geggjað að fá þig heimsókn. Takk hérlega. Takk fyrir að bjóða mér. Við vorum byrjað að spjalla þessum gullöld fitnessins, byrjum bara á sko að því að ég hugsaði þetta með mörg sport sko, sérst í þessum svona en gæsalappa geirum að eins og bara maður man eftir þegar að náttúrulega Jón Páll og fleiri voru í aflraununum, þá var þetta einhvern veginn, þá voru allir að horfa á þetta og allir að taka eftir þessu. Nú erum við náttúrulega 2025, þá svo mikið úrval af öllu að það kannski erfiðar að ná í gegn, en manni finnst eins og til dæmis þessi fitnessmót á sínum tíma, þetta var þetta ekki bara prime time á RÚV og allir að horfa? Jú, þetta var alveg rosa vinsælt, svona upp úr 2000 og þá var keppt í, sko, sem var kallað fitness, sem var, þá var 50% var samanburður, svo kallaður, bara hvernig þú leist út og þú þurftir að vera náttúrulega í sæmilegu formi og samræmi með milli vöða og allt það. Svo var 25% af einkunniðinni var, sko, upphýfingur og dýfur, þannig að þú gast ekki geta hýft þig upp og gert dýfur líka. Bara svo sem gerði flestar vann og svoleiði sko og svo var 25% hraðaþrautin og hraðaþrautin var einna svona skemmtilegust í þessu. Man eftir því. Já, og sem var bara svona army hraðaþraut sem eiginlega bara basically krakkafitness í dag. Það er ekki svo skólarhristi? Jú, skólarhristi segi ég. Já, það er gamla fitness þrautin, enda Andrés Guðmunds sem að stofnaði krakkahristið, hann náttúrulega var einn af hins sem hélti þessi fitnessmót í Kanada, hann svona stílfærið það bara yfir í krakkahristina sko, eða skólahristi. Það var mann eftir, maður var að klifra upp eitthvað svona kaðalgrindverk og skríða undir eitthvað dót. Já, maður byrjaði inn í bíl sko og fór út úr bílnum og tók eitthvað sprett og klifraði í rimlum og eitthvað, þetta var mjög gaman sko. Og þetta var á prime time sko á Stöð 2 og RÚV mannrétt og eitt mótið til hans haldi í Smáralindinu, bara skilur á besta stað í Smáralindinu og bara allt undirlagt þar sko. Og þannig að já, svo einhvern veginn bara fjaraði þetta út. Man eftir þessu þegar, og enduðu menn ekki síðan og þurfa að fara inn í bílinn aftur og skella eftir hurðinni. Jú, klukkan stoppaði þegar að hurðinni var skellt aftur og já, þannig að þú byrjar inn í bílnum og endar það líka og það var ég vildi eitthvað spons, það var sko Toyota eitt árið og næsta ár var einhver annar bíl og þannig að það var allt selt í þessu sko. Þetta rifjar upp fyrir mig, ég var alveg, fylgdist mikið með þessu, þegar voru, keftir þú varst þú að keppa í fitnessinu þegar þetta var ennþá svona? Eða þegar brautarbrautina voru og... Já, ég byrjaði 99 að keppa og keppti í einhver 3 eða 4 ár, tók eiginlega hvert einasta mót þar, það voru eiginlega 2-3 mót á ári og ég tók einhver 3 eða 4 ár að þessu sko. Og þetta var rosa gaman að taka þátt í þessu og ég man á einu mótur sem ég keppti á, eða fyrsta mótur sem ég keppti á sem var á Akureyri held ég 99-2000 að þá gott að voru ekki 60 keppendur í karlaflokki og það þurfti að vera bara svona forkeppni til að kötta niður í 25 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það voru ekki allir sem fengu að fara á aðalkvöldið sko. En núna í seinni tíð þá er bara frábært ef að nást sko 10 eða 15 í flokki bara tótal sko. Einmitt, þetta sko áhugavert hvernig þessar sko bæði, manni finnst líka eins og vaxtaræktin, það hafi verið meiri stemning fyrir henni en ég alveg það. Líka aflraunirnar, en sko síðan er áhugavert að eins og til dæmis Hafþór Júlíus og þeir sem að ná í gegn, þá eru miklu meiri peningar í þessu núna út af samfélagsmiðlum og þú nærða að komast kannski á mót erlendis. Maður á tilfinningum á þessum tíma, og ég tala nú ekki aðeins fyrir þegar Jón Páll var líka og svona, þá varst að fá bara alla athyglinni hérna heima og bara allir að horfa og rosa stemning fyrir þessu, en samt voru rosa litli peningar í þess að þetta var svo litli markaður, sko. Já, það var engin peningur í þessu, sko, hérna heima. Nei. Ég held að menna bara, sko, fengið byggar og eitt páskaegg, sko, þegar, það var alltaf eitt mót páskana, sko, á Akureyri, og ég held að velurinn hafa bara verið páskaegg og byggar og kannski, eitt joggingalli, sko. Það voru engin peningar. Nei, maður bara pæli eins og, þeir sem að hefðu verið í fitnessinu þá, eru kannski núna í crossfitinu, af því það miklu meira upp úr því að hafa eða þú nærða árangur í crossfit í dag til dæmis, sko. Já, miklu meira og það er engin peningur í vaxtarættinni þannig séð en aftur á móti í kraftasportinum sem að Hafþór í, það er hellis peningur þar
Og kraftasportið á heimsvísu er hérna, þessar, það sem kallað aflraunir, það hellingspeningur í því. Hafþór að fá vel borgað fyrir að mæta á mót og vinna á mót og fleira, og eins í crossfitinu, en aftur á móti í sko, það er engin fitnessbransi til lengur og vaxtarættin eins og ég segi sko vaxtarættin eins og ég segi velunin í Mr. Olympia sem sko bara heimsmeistaramótið í vaxtarætt bara einhverjar 10-15 milljónir sem að þykir nú ekki mikið fyrir að vera bestur í heiminum. Nei, ekki á alþjóðamæli Nei, mitt. En sko áhugavert, við vorum að ræða aðeins áður en viðtalið byrjaði með, þú svona 25 ár með fitnessport. Já. Þetta svona eiginlega nákvæmlega jafn langt eins og svona þegar ég var að byrja að mæta í workclass í Fellsmúla og maður var að byrja að mæta í gymmi, það hefur verið einmitt fyrir svona 25 árum, sko. Og ég man eftir, sko, við vorum þannig að strákarnir fórum niður í Skeifu og þá vorum við að kaupa þarna Muscle Tech og Nitrotech og kreatínið og allt þetta dót, sko. Já. Er búið að verða mikil breyting á þessum árum, sko. Ég man að þá var þetta náttúrulega mest bara prótein og menn voru að kaupa prótein, einhverja geinera og kreatín. Er þetta í dag orðið meira, þú sért með búð sem heitir fitnessport, líka svona, hvað maður segja, svona longevity og CBD-olíur og eitthvað sem er ekki beint tengt í að vera að byggja vöðva? Já, þetta er alveg breyst alveg gríðarlega. Og þegar ég byrjaði þá var bara, prótein og kreatín og geiner eins og þú segir. Og það var ég lengið að taka þetta en mann væri, á full í ræktinni, í liftingum eða einhverjum svona styrtar íþróttum og eitthvað. Það voru ekkert, hvað ég segja, venjulegt fólk var ekkert að taka prótein og kreatín. Og það voru ekkert, fólk var ekkert heima á sér að búið til búst á morgnana eins og núna, sko. Það bara, fólk hélt að prótein væri bara fyrir vaxtarækt og var ekkert að kaupa svoleiðis hluti. Og meira segja, mest alltaf fyndið að hugsa tilbaka að þegar ég byrjaði í þessu, þá var Lyfjastofnun með yfirumsjón með fæðubótaefnum á Íslandi og mjög skrítið, og mikið af vörum sem eru leiðar í dag, þar á meðal kreatín, voru flokkuð sem lyf bara árið 99. Og bannað það? Já, kreatín í ýmsum versjónum var bannað og ég man til dæmis að Celtec sem er búið að vera einn vinsælasta kreatínformúlan í 20 ár pluss, ég þurfti að fá sérstakt leyfi fyrir að fá að selja það á Íslandi og ég átti ekki að fá þetta leyfi, ég þurfti að standa í alveg meira áttar vesinni og hálfpartinn láta lögfræðingin minn sig honum á lyfjatildi til að fá þetta í gegn, og samt er þetta bara kreatín og kolvetni og aminosýrur og bara svona eins klín og það getur orðið, en svona var þessi markaður þegar ég byrjaði, en þetta er allt breyst þess að þú segir, það núna almenningur að nota fæðubótaefni og þetta komið líka, eins og þú segir, meir út í svona longevity, menn að kaupa þess að testosterone boostera, þeir að kaupa CBD-olíur og ýmsa vörur sem að virka meira svona á hugan og bara líða betur í dagsins önn, Þannig manni finnst þeim að það sé að verða svona, kannski er það bara því að ég að eldast, ég veit það ekki, en manni finnst þess að á ákveðnum tímabili snýrist þetta allt bara lúkið, manni finnst að núna er að verða meira awareness einmitt, að þetta sé langklaup og þetta snúist að láta sig líða vel og fólk er að fara í gymmið og hreyfa sig ekki bara til þess að vera með sixpack, heldur bara til þess að vera betri foreldrar, til þess að vera betri í vinnunni, til þess að líða betur og allt þetta, Akkurat, það er nefnilega málið að þetta gekk allt út af það að grenna sig eða massa sig eða eitthvað svo leiðis, en núna fer fólk bara í rættina því að það finnur alveg að því líður betur og margir segja mig að þeir getur bara ekki sleppt í að fara í rættina á morgnana, þá bara dagurum verður ekki eins, þau getur bara ekki annað en byrja daginn á að fara í rættina og eins að taka fæðubótaefni, tökum bara prótein sem dæmi, að við vitum öll að við þurfum, prótein, kolvetni og góða fitur og allt það en langt flestir fá ekki almennilegt og nóg prótein úr mataræðinu.
Af því að við erum ekki lengur að borða fisk 3 í viku og kjöt og fleira, eins og við gerðum hérna fyrir, 20-30 árum og jafnvel lengra aftur. Núna þetta mikið skyndibiti og svoleiðis mataræði og við erum alltaf á hlaupum og svona, og þess vegna verðum við ofta að bæta inn einhverju svona, vítamínum og steinefnum, próteini, bara til að fá svona það sem við þurfum til okkur líði vel og síðan hraust. Einmitt, þegar ég var sem mest að halda fyrirlestra á eftir í gáðubókinni, þá var fólk mikið að spurja mitt, hvað með fæðubótaefni og vítamín og, eigum við ekki að fá þetta allt úr fæðunni, og ég segi, jú, í fullkomnum heimi, þá það alveg feiki nóg, en í nútímanum þegar mataræður okkar orðin eins og þið streitan orðin eins og hún og við búum í heimi sem uppfullur af eiturefnum, þá þarf bara líkaminn miklu meira af andóksunarefnum og dóti til þess að halda sér í standi, Þannig að það mjög ólíklegt að manneski í dag sé bara frábærlega funkarandi án þess að bæta neinu við mataræði sitt, nema mataræði sé bara 100%, Já, það alveg hárrétt og mataræði ekki 100% hjá neinum, ekki nema bara einhverju afreiks íþróttafólki. Og við erum ekkert að fá nóg af vítamínum og steinefnum, svona bara sem dæmi, af því að við erum ekki að borða nóg af ávöxtum og grænmeti og öll eins og hluti sem við vitum að góði fyrir okkur. Þannig að við verðum að bæta þessu við mataræði, en það heitir þetta fæðubótarefni, Þetta viðbót, þetta ekki, fólk kemur átt í mín og segir ég get ekki eitthvað að lifa bara á fæðubótarefnum. Nei, þú átt ekki að gera það. Þetta bara svona viðbót til þess að þú náir öllu sem þú þarft, Auðvitað átt að borða hollan og góða mat. Og þetta alls ekki að hætta því og geta bara próteinduft í staðinn. Og síðan líka svo, nákvæmlega, en síðan líka svo áhugavert og bara eins og hlutur eins og magnesíum til dæmis, að streita bara étur upp magnesíum í líkamann. Þannig að fyrir einhverjum 50 árum eða þegar það var bara annar aðilinn út á vinnumarkaðnum og það var allt svolítið rólegra og það var ekki konni snjallsímar, það var bara streitan og var miklu minni. Ég held að nánast allir í dag í hálfgerðum magnesíum skorti og það dugar eiginlega bara ekki að borða bara mat, Þú verður eiginlega taka auka magnesíum eða bera það á húðina til þess að byrðirnar séu svona sæmilegis og það eiga að vera, Á Íslandi búum við náttúrulega ekki vel þegar kemur kannski D-vitamíni út af birtustíðinu, sérstaklega við veturinn. Og svo eru líka hlutir bara eins og það sem mér áhugavert kannski með að þið eru múin að nefna kreatín, að talandi þetta svona, ég að fara að byrja að taka kreatín aftur, ekki, maður fór alltaf í gamla dag en ég að fara að taka kreatín til þess að maður þingist kannski 2-3 kíló bara fyrst þegar maður að setja þinn, en það svo mikið af stúdíum núna að sína að kreatín hafi svo góð áhrif á heilan. Já. Og minni og meiri sem eins og aminosýrur, þá fór maður að hugsa, það eru aminosýrur sem eru, kann ekki alveg íslensk orðið, prekursorar fyrir serotonín og dopamín og þannig að þú nefndi testosterónbúster áðan, að það ekkert síður hægt að vera að taka þessu hluti bara til að hafa áhrif á vellíðan og heilastarfsemi. Já, það nákvæmlega málið og eins og segir, nýjustu rannsóknir sýna fram á það að kreatín hefur mjög góð áhrif á heilan og getur jafnvel senkað eða komið í veg fyrir Alzheimer til dæmis og það einmitt núna mjög mikla rannsóknir í gangi til að fá þetta staðfest alveg 100% en þetta bendir alltaf þess að kreatín hafi rosa góð áhrif á heilan. Hvað magnesíum varðar, þá held ég að enginn hafa pælt í magnesíum yfir höfuð fyrir kannski, mestarlega 5 árum. Einmitt. Og kannski afreiks og keppnisíþróttamenn vissu allt þetta en það var hann Hallgrímur læknir sem var að sprauta magnesíum í fólki Hveragerði. Akkurat, og þótti furðulegur fyrir vikið, mjög undarlegur en nú komið á daginn að alveg hárréttu hér að vantar í okkur magnesíum, það vantar í okkur potassium og jafnvel salt líka sem ótrúlega því að við borðum nú yfirleitt saltríkan mat, en málið að fólk sem æfir mikið og svitna mikið og fer í gufu, nú fer einhver maður í sána eða gufu og þá þurfum við að taka inn aukalega, þessi sölt og steinefni og annars bara líður okkur ekki vel og erum bara orkulaus og slöpp, Þannig að þetta hefur allt komið í ljós núna á seinni árum eða náttúrulega kannski var alltaf vita. Annað kannski að því minnist á D-vitamin að ég held að ráðlega dagskammtur af D-vitamini samkvæmt manneldisráði ég ekki alveg 100%, ég held að hann sé ennþá 400 units á dag. Það getur passa. Og það bara dropi í hafið
á við það sem við raunverulega þurfum, sérstaklega við sem búum á Íslandi og erum í myrkri hálft árið, að eins og þú segir við fáum enga sól. Mín skoðun svo, og ég vissum að mannlitsráð væri ekki dánað með mig, en mín skoðun svo að við þurfum allavega 5.000, svona 3.000-5.000 einingar á dag. Allavega yfir veturinn, sko. Ég þekki 2 lækna sem eru svolítið svona út fyrir boxið. Þeir hafa báðir sagt við mig þegar ég hef verið eitthvað ónæmiskerfið bara beint í 5.000 unit og annar að vildi setja mig upp í 20.000. Sko. Já. Bara því þekkjum einhvern sem hefur overdósað á D-vitamíni. Sko. Því það gömlu ráðleggingan að byggja því að D-vitamín sko fituleysanlegt vítamín og fituleysanlegu vítamínin þá þurfum að passa okkur að taka ekki mikið að því það getur komin eitur áhrif sko. En ég var eftir að heyra manneskjunni sem að með heilsunni rústa því hún overdósað á fituleysanlegum vítamín. Sko. Akkurat. Ég hef oft gert tilraunir á sjálfum mér, því að ég á það til að verða svona aðeins þyngri sko í skapinu, eða sem sagt svona ekki þunglindur en svona ekki eins hress á veturna þegar að myrkrið og skammdegi sem mest. Eins og við flest. Eins og flestir Íslendingar, já. Og ég hef alveg gert tilraunir mér að taka einmitt sko 10-20 einingar af D-vitamíni, bara ég geri það kannski 3 daga, tek 20.000 í 3 daga, svo tek ég 5.000 eftir það og ég finn bara mun á andlir líðan bara strax eftir þessa 3 daga. Bara þá er ég miklu glaðari og jákvæðari og það getur verið svarta myrkur út í janúar en ég finn alveg, veist, þetta svín virkar sko, það fer ekki milli mála. Já, því D-vitamin líka svona ólíkt hinum vítaminunum að það operetar næstum eins og hormón í líkamannum sko. Þannig að ef að D-vitaminið í mjög miklum skorti, þá hefur það svo mikil áhrif á allt, sko. Já, það er alveg staðreynd. Og sama gildir með, sko, með testosterón í karlmönnum, sko. Og það til dæmis alveg nýskeið að við hérna á Íslandi séum að pæla eitthvað í að karlmenn þurfi eitthvað testosterón aukandi svona upp úr, hvað við að segja, 40 og tala nú ekki eftir 50, vegna þess að bara testosterón í karlmennur lækkar. Og ef það vantar í ykkur testosterón, þá einmitt verðum við þunglindir, sko, karlmenn. Og það er ekki bara það að testosterón stýri, sko, styrk og hvað fljótur að jafna því eftir hreyfingu og kyngetu og öðru slíku, það hefur líka áhrif á hausinn að ef við erum lágir í testosteróni þá verðum við þunglindir sko. Já, þá er vantar drifkraft. Já. Og ég aftur talandi svona statistík og hvernig heimurinn hefur breyst að mér minnir ég hafi lesið nýlega að meðal kringum 1980 þetta er svona í kringum 1980 sem að þetta byrjar svolítið í Bandaríkjunum og færist svo yfir hinn vestræna heim og er núna komið svolítið þegar að skyndibitin er að byrja og alls konar, þú veist, þetta low fat dæmi er að byrja og það er að sturtast meiri sykurinn í matinn að þá byrja bara allir þessi lífstílsjúkdómar að fara upp. Ég held, sko, ég hef lesið nýlega sko meðal testosterónmagn í 55 ára karlmanni árið 1980 var það sama eins og testosterón í meðal 25 ára karlmanni í dag. Já. Sem segir bara, þú veist, aftur, þú veist, þetta getur við gert betur bara með mataræði og öðru, en við búum í heimi þar sem að, þú veist, það er svo margt sem er að ýta undir meiri estrógenmyndun og draga úr testosterónmyndun og ófrjósemi er náttúrulega bara að verða faraldur í heiminum, hennu vestræna heimi. Það er augljóslega bara það er augljóslega mjög margir í testosterón skorti eða magnið og lágt, sko. Já, það er alveg staðreynd og ég fer nú mikið til Ameríku á sýningar og annað og ég er búinn að, sko, ég tók eftir þessum testosterón replacement therapy auglýsingum í sjónvarpinu í Ameríku, bara byrjuði fyrst fyrir einhverjum 15-20 árum, sko. Þannig að, sko, kanarnir voru langt á undan öllum öðrum að byrja að pæla í eins og hlutum, sko. Að karlmenn, veist, ekkert allir, en mjög margir þurfi eitthvað til að bústa sig upp þegar þeir eldast. Og þetta var alltaf svo mikið tabú á Íslandi og víðar í Evrópu, veist, að því að, sko, testosterón hefur alltaf verið tengt við bara eitthvað, veist, alltaf kallaði bara sterar. Og þetta væri eitthvað sem að einhverjir... Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.